Ljósið er mikilvægt öllu lífi og stundum getur það komið að haldi við að sigrast á illvígum sjúkdómum. Nanótæknin og ljósið leika lykilhlutverkið í rannsókn í lyfjafræði þar sem markmiðið er að lækna krabbamein. Við erum að vinna með svokölluð ljósörvunarefni. Efni sem er hægt að örva með ljósi. Þetta verkefni er unnið í samstarfi við norskt fyrirtæki, PCI Biotech í Noregi, og þeir hafa uppgötvað þessa nýju aðferð að með því að gefa ljósörvunarefni sjúklingum sem eru með krabbamein og síðan krabbameinslyf með efninu, að þegar þú síðan beinir ljósi á krabbameinsæxlið að þá örvast mjög mikið virkni í krabbameinslyfsins. Frumurnar í æxlinu þær taka lyfið mun betur upp og því eykst virknin mjög mikið. Og þeir hafa núna prófað þessi ljósörvunarefni á þó nokkrum hópi sjúklinga og í öllum tilvikum hafa æxlin horfið. Og okkar rannsóknir í samstarfi við aðilana í Noregi að bæta eiginleika efnisins ennþá frekar. So using chitosan, we want to make a more efficient this fluorescent drug. As fluorescent, it is not soluble, it's more lipophilic and not hydrophilic. So using chitosan, we want to make it more hydrophilic so that its efficiency increases. Og í því ætlum við að beita nanótækni, við ætlum að búa til svokölluð nanóefni sem innihalda ljósörvunarefnið. Þannig að eiginleikarnir verða miklu betri og efnið það safnist fyrir miklu betur í æxlinu, þannig að við með þessu vonumst við til að fá ennþá betri meðferð.